Sælverið og verið velkomin í kafla 1.7, kynning á föllum í MATLAB. Föll eru mjög mikilvæg í forritunarmálum og þar með talið MATLAB. Og í raun og veru byrjum að tala bara föll í stærðfræði. Ef við erum með föll af einni breyti, x, þá táknum við oftast að forminu svona uslunarsæðan sem f af x, þar sem x er í einhverju talnakerfi a, oftast þá eitthvað svona mengi a. Kvöldum oft innmengi eða eitthvað líka, eða formengi. F er einhver formúla, x er tala úr þessu talnakerfi a, sem sett inn formúla og uslun er einhverjum útkoman og oft gert myndrænt svona sett inn, gerist eitthvað í fallinu og kemur út. Og til dæmis telum við fleipboga, getum við sett allar rauntölur inn í fleipboga og ef setjum við 2 þá fáum við út 4, ef setjum við 8 þá fáum við 64. Og þannig til göttunum. Og í umfjöllinu forritun þá tölum við inntak og úttak í föllum. Og við höfum nokkuð sem notað þetta orð í bókinni fall bara, og í MATLAB eru mörg innbyggð föll og þess sem við höfum kannski notað hingað til eru til þess mod, disp, clear, plot, sqrt fyrir square root eða quadroot og fleiri föll. En föll í forritun þau eru svona almennt séð almennari en föll í stærðfræði. Þau þurfa ekki að hafa inntak og þurfa ekki að hafa úttak. Til dæmis ef við skrifum bara clear þá erum við ekki með neitt inntak og við erum ekki með neitt úttak. En það sem gerist eitthvað, falli gerir eitthvað oftast eða alltaf. Og þess til ekki með clear, það reynsar breytu gluggan okkar. Og oftast gerir maður föll til þess að endurnýta kóðabúta aftur og gera þannig forritin í sjálfur sér svona aðeins minni og læsilegri og einfaldari í sjálfur sér með að vísa í mismunandi skrár eða föll. Og rifjum aðeins upp hérna nokkra skilgreiningar. Keyrsluskrá, executable, er svona skrá sem tölvan keyrir. Dæmi þessar skrár eru matlab.exe, geogebra.exe og margt annað bara í oftast eitthvað sem maður eða downloada forritum í tölvun ykkar, downloada fáið.exe eða eitthvað sambarlegt. Exe er oftast í Windows og svo er annað fyrir til dæmis aðrar stýrikerfi. Svo tölum við MATLAB keysluskrá sem kölluð við bara script á ensku og það er skjalið þar sem skrifum MATLAB kóðan, það er að segja þess að við gerum hérna new script að fá hérna, þess að allt það sem við skrifum hérna klukka hér. Og dæmi er til þess að skil 1.m er eitthvað sem það er sem skrifsta skilverkinni, er töfraferdigur.prof.m sem það hefur búið til eitthvað. Og svo skrifta, það er bara íslenskur norrænn skrift og það er bara styttra að segja það aldrei MATLAB keysluskrá og hérna. Og rágætt orð við þetta. Fall eða function, það er bara eitthvað MATLAB kóðabúti sem þetta er að kalla á í keysluskráni og við tölum að kalla á föll og oft gerum þetta til þess að gera eitthvað sem er endurtekið. Stundum er svigar, það er ef það er inntak, en ef það er ekkert inntak þá má hafa annarkvæmt tóma söga eða sleppa tómum sögum. En til dæmis eins og hér plot, uslun, plot er bara dæmi fall og tekur inn x og uslun og hvað gerir það hefur ekkert úttak, við getum beðið úttak reyndar en oftast hingað til notum ekkert úttakið en það teiknar mynd, við fáum graf upp og save as, GCF og svo sínusfylgja hérna, þetta er dæmi fall og hérna er eitt inntak og svo annað inntak þannig að þetta er þá 2 inntak hér og hér heldur ekkert úttak sem við höfum áhuga í bili. Clear, hér er ekkert inntak og ekkert úttak en það gerir eitthvað samt. Og eins og clear breyta, inntakið þá eigið þessari breytu hérna. Sér líka dæmafall og sum á a líka dæmafall. Og skipun, command, það er eitthvað svona orð sem er hluti af stærri framkvæmd. Og við notum aldrei sviga með þessum skipunum. En dæmi þessi er if, end, for, while, break, try, else, if, function, global, sims og þess aftar. Ég held að þetta sé nærri tæmandi listi en það er samt eitthvað sem vantar á hann. Og
Y að dæmi fall sem þarf ekki index, svo það líka eitt að við getum búið til alls konar föll í MATLAB eða þá föllin í MATLAB eru þess eðlis að þau geta haft alls konar fjölda inntökum og hafa þá kannski mismunandi eiginleika eða stillingar eða eitthvað og þetta er dæmi hérna Y, þetta er dæmifall og það þarf ekki index, það er hægt að setja index, skoða það neðar en það hefur ekkert úttak en hins vegar þá skrifar það handóskemmt svar til notanda í skipunarglöggum hérna til þess að Y bara a rich system manager threatened the engineer og við getum bara að prófa nokkuð sem Y the bold and not excessively bold and not excessively smart hamster obeyed a terrified and not excessively terrified hamster bara eiginlega snótast bara eitthvað bull to fool a tall good and smart system manager the rich and tall and good system manager suggested it but he wanted it that way og hérna eins og maður segir hughristandi að hafa þetta fall þegar að maður skilur ekki neitt inn og efast tilgangi með þessu en fallið Y getur líka tekið inn talningu og hér til dæmis getur séð sem Y1 þá fá alltaf svar 1 Y1 og not very terrified engineer helps some programmer og ekki aftur fá alltaf saman I'm not very terrified engineer helps some programmer og svo 2, 3, 4, 5 fáum alltaf sama og eins og gerum Y17 in the beginning God created the heavens and the earth þannig að hér sjáum við nokkur bara hardkóðuð svör og þessi innbyggðföll í MATLAB eru yfirflókin eins og segja, þú veist, við getum sett inn tölu eða ekki tölu, við getum sett mismargar tölur ekki kannski alltaf það sem við getum sett mismunandi inntök og eins og segja föllin bregðast mismunandi við, við getum mismunandi gagnatýpur eða breytur og gefur alls konar kannski viðeigandi leiðbeiningar og mögulega villumeldingar ef við erum að nota þetta rangt eða eitthvað svoleiðis. Það er ágætt að vita sem við þurfum ekkert að spá of mikið í þessu hér fyrstu og líka föllin sem við höfum kannski mestan áhuga á sem við gerum fyrir okkur sjálf þá vitum við nákvæmlega til hvers við smíðum þessi föll og hvað við viljum fá út af þeim. Þannig að svo er líka oft þannig ef þetta er of langt þá kannski er tími til þess að breyta fallinu í fleiri minni föll. Og það er svona oft talað að þegar maður er að gera föll þegar við erum allavega höldum áfram að fall á kannski að gera bara einn mjög sérstakann hlut. Vera góð við þessu hlut og ef þú gera marga hluti þá kallar maður kannski marga hluti en svo allavega, þurfum ekki að spá mikið í því við ætlum að byrja bara að tala aðeins föll sem við getum skilgreint sjálf og tölum það bara svo notinda skilgreint fall en þá þurfum við að byrja á að skrifa sem kallast haus fallsins eða function header og það er þá skipunin function komin þarna og við þurfum að tilgreina úttakið, við þurfum að tilgreina nafn fallsins, inntakið og svo fyrir neðan þetta allt saman þá kemur end og sjáum hérna sniðið á þessu, hér stendur function og ef það er úttak þá skrifum við það hér, sama sem svo höfum við nafnið hérna, þannig að nafnið er alltaf svona hér og svo höfum við sviga og inntak þannig að þetta lítur nokkurn út eins og sem að kalla á okkur fall sjálf þannig að við eigum vona okkur úttaki sama sem höfum nafnið og hérna inntakið þannig að þetta lítur alveg eins út eins og maður myndi kannski nota fallið það getur í hérna samt stendur úttak úi, þetta er ekki leyfileg breyta og hér er texti þó þessi ekki komment þetta er bara svona til þess að horfa hans á þannig að þetta er sniðið og föll í MATLAB má annarkvort skrifa í sín eigin skjöl eða neðst í MATLAB skriftuna og til að byrja með þá skrifum við föllin neðst bara í MATLAB skriftuna faglegra og það er þannig, þá eru föllin í sínum eigin skjölum ef við lærum það síðar en áhugasamir nemendur geta skoðað kafla 4 og frætt sig þetta en ef við byrjum bara eins og hérna ef við gerum hérna clear, CLC, close all alveg eins og ef við gerðum við vorum búin að læra til dæmis falli kannski ef við gerum hérna x sem in space og við sögðum hérna kannski 0 og tvisvar sinnum pi það sem fengur hér núna fáum 100 stök
af tölum sem að byrja í 0 og enda í 2pi nákvæmlega og þannig að hér fall það tekur inn 2 breytur og skilja þessu hér þannig að horfum við á sniðið hérna þetta hefur örugglega breytuheiti hjá þetta heitir kannski index 1 og index 2 og heitir örugglega A og B það eitthvað sem ég myndi þykja mér líklegt og þetta heitir ekki X endilega hjá þessu falli þannig að við þurfum ekki að nota við notum bara fallið með einhverju hérna setjum bara 0 setjum 2pi og hérna setjum bara X og við vitum náttúrulega ekki hvernig þetta falla nákvæmlega skilgreind þannig að við vitum ekkert hvað þessar breytur hétu hjá þessu bjóta til eða hvað þessi breyta hétu þessum bjóta til. Punkturum að sá að það þarf ekki endilega að passa nákvæmlega. Eina sem þarf að passa það nafnið, bara sem er svona heimilisfang hjá okkur. Þó séu nokkur ábúendir þá getum við skrifað hvaða nafn sem er á umslagið en ef heimilisfangi er rétt þá lendir þetta alltaf í þessu heimilisfangi. Svo bara er það mál húsráðandans eða þá sem tekur móti póstunum að koma því í réttar hendur innan heimilisins. Skoðum hérna bara fyrsta sýnindaginn búið til matlafall með formúlu f af x sem x + 2 og sýnir notkun á fallinu það sýnir fallið með inntakið inn saman sem 42 þannig að byrjum að búið til fallið og þá að tala við ætlum að gera hérna þegar við ætlum að búið til hérna fyrir ekki notendaskilgreint fall þá þurfum við alltaf að gera með haus fallsins function, úttak, nafn og inntak við getum þá bara byrjum að segja function því við viljum að búa til fall og það getur lykilorðin að vera blá allavega með þessum stillingum það er hægt að breyta litur svo segjum við ok, kannski bara úttak það er bara ágætt til að byrja með eða bara ég var að segja uslun saman sem f af x það virkar þá er uslun úttakið úr fallinu okkar x er inntakið í þessu falli og falli heitir f ekkert sérlega lýsandi en ágæti billi og fallið okkar átt að segja átt að gera fyrir ekki þá átti að taka inntakið og leggja við 2 þannig að þá segjum við hérna er úttakið okkar við ætlum að taka úttakið okkar og það sem við viljum að það sé inntakið okkar plus 2 bil hérna milli og oftast er það þannig að föllin okkar við skrifum ekki út í föllum okkar nema þessi tilgangur fallsins er að skrifa út en þá gerum við það oftast með f.f eða disp eða eitthvað líka. Ok, þannig að það ekki meira á að þessu. Segjum hérna inn, saman sem 42, þá áttu að prófa fallið með þessar breytu hérna. Þá skulum við gera það bara og þá segjum við hérna út er saman sem f af 42. Prófum, sjá hvað gerist. Þá við setjum inn 42 og fengum út 44. Og það getur hérna að alveg eins og ef þeim sagt ef þeim skilgreint hérna a saman sem 1 og b saman sem 2 og svo c saman sem a plus b þá fáum c saman 3 þá bara breyta hér hún heitir x og hér breyta sem heitir uslun við vitum það eru til inn í fallin okkar og það sem gerist inn í fallin okkar hérna það sem er valið hér það býr bara þarna þannig að fallið hefur engan áhuga á því sem gerist út fyrir það sem er valið blátt hérna fallið vill bara vita hvar það endar og hvað tilheyrir því. Það veit að það á eftir að búa til breytu uslun og eins og ef við eigum þessu út hérna þá kvartar hérna function return value may be unset þannig að það bara var okkur við að við erum ekki ennþá búin að setja neitt inn í þessa breytu uslun þannig að fallið myndir nú ekki skila neinu merkilegu og það er líka velur hérna input argument might be unused þannig að hann bara var okkur við því að við sem ekki verðum að nota breytun okkar og við ætlum að fara báðar þegar við erum búin að gefa uslun eitthvað gildi og ef við notum inntakið okkar. Og ástæðan fyrir að tala áðan linspace fallið, það er ok, eina sem skiptir máli er f hérna, þannig að við notum nafnið. Ég ætla að segja inn hérna. Hérna settum við inntakið 42 í þessu falli og úttakið er hvað? Inntakið plus 2. Alveg svo ef við höfum sett hérna sinnum, það gerir hann þá verður líka bara aðgerinn á inntakið með 42 og markaldum 2 og skilja því út og við fáum út 42, 42, 84 og við breytum inntakinu hérna 9 þá 80
En til þess að passa við sýnindæmi þá skulum við breyta þessu aftur í plus hérna 44 og vistum þetta sýnindæmi hvað heitir það? Sýnindæmi 1.19 19, svona, beint og akkurat hefur svipast í þenni. Ok, og mikilvægt að þessi 5 atriði komið þessari, nákvæmlega þessari röð, function, úttak, nafn, inntak, end og munum líka svo að uslunir hérna á milli. Nei, fyrir ekki uslunir, þetta er sama sem ekki. Að því að við erum hérna úttak, jafn gildir einhverju nafni sem við köllum, eins og sjá þetta er nákvæmlega saman form hér og hér. En segjum að við höfum búið til alveg svo fallið svona að notandinn veit ekkert endilega nákvæmlega hvernig fallið er skilgreind, þannig að honum varðar ekkert hvað þessi breyta heitir eða þessi. Þetta skiptir engu máli, við höfum bara áhuga á sem notandi hvað við viljum setja inn í það og hvað kemur út úr í. Og hugsaum þetta bara nákvæmlega eins og fall. Bara uslun saman sem f af x. Uslun úttakið f er nafnið og x er inntakið. Þannig að þetta er bara nákvæmlega saman útlit og í stærðfræði. Svo getur maður líka að hugsa að þetta er bara nákvæmlega saman útlit og er þegar við köllum okkar föll sem við erum byggum ekki til sjálf. Hérna er bara verið að tala um þessi orð hérna, skiptir engu máli hvaða orð við notum þegar er ekki inn í fallinu, þau eru bara að passa nafnið, stemmi við nafnið á fallinu. Þetta mun vefjast fyrir ykkur eflaust vefst fyrir mörgum, þannig að gefa ykkur smá tíma til aðeins að prófa að breyta einhver hérna. Það er líka allt í lagi, það er allt í lagi þá að sé það sama hérna. Og að það er nefnilega nákvæmlega þannig, ég ætla að breyta þessu hér líka. Það er bara nákvæmlega þannig að þetta x er ekki saman með þetta x hér. Og af því að eins og fallið veit ekki hvað gerist fyrir utan fallið. Og það sem gerist fyrir utan fallið veit ekki hvað gerist inn í fallinu. Það veit bara hvað á að fara inn og hvað kemur út. Eða getur tekið mótið því sem kemur út. Ok. Núna er við búið til matlafall sem tekur 2 tölur og leggur þær alla saman. Og við erum að sína fallið með þessum inntökum hérna. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 3, 5, 7, 9 og 1, 4, 9, 16, 25. Þannig að við skulum, þetta er þá sýnindæmi. Sýnindæmi 1, 20. Ok. Við ætlum að búið til function sem að tekur 5 breytur og leggur það saman. Þannig að nú skulum við finna eitthvað sniðugt nafn á úttakið og kalla summa og sama sem við gefa þið eitthvað sniðugt nafn. 5 samlagning eða eitthvað. Já, þetta er bara okkur. Og svo þurfum við að taka inn A, B, C, D, E, 5 breytur svo að tekja fram og end. Og summa sama sem A, B plus C plus D plus E. Svo. Og svo ættu að prófa sem summa 1. Þannig að prófa 1, 2, 3, 4 og 5. 15, ok, fyrst þetta virkaði og skulum við summa 2 sama sem 5 samlagning og nú þetta var 1, 3, 5, þetta er 8 tölur hérna 1, 3, 5, 7, 9 nú erum við svo búin að læra það líka að summa 5 fyrst 8 talna er 5 í öðru, þannig við vitum líka að þetta er alltaf það er líka oft gott að reyna svona þess að fylgjast með því hver er útkoman þegar við búum sjálf til fall að vita nákvæmlega hver er svarið sem við vænta að fá og það séu gjörglega það að koma út úr fallinu að því að hérna væri kannski algeng mistök skrifa oft A tvisvar
þá náttúrulega kemur ekki út rétt svo fá 14 og 23 það ekkert augljóst endilega hvað maður gerir vitlaust en hér til dæmis segjum alltaf ok, getur verið að eiga rétt að nota B þannig að vara mann aðs við allavega ef þetta eitthvað svona ef maður á eftir mögulega nota fallið nota breyturnar, inntökin 5 samlægning 1, 4, 9 16 og 25 og 55 summa 1, 3 og 5 tölur þetta ekki svo sem nákvæmlega sama formi þetta var x1, x2, x3, x4, x5 og punktum með því kannski skiptir ekki öllu máli hér var ekki tekið fram hvað fallið þetta heita hér var ekki tekið fram hvað inntökin þetta heita hér var ekki tekið fram útgöldtökin þetta heita það var hins vegar tekið fram hvað við ætlum að prófa fallið okkar að setja inn og svo lýs og hérna bara svona smá kassi bara aðtöða nafnfallsins 5 tölur þetta ekkert sérlega lýsandi og að því að hér bara 5 tölur setjum 5 tölur þannig að hér var eftir að hugsa hvað gerir þetta fall við höfum ekki hugmynd þannig að líka kannski ágætt að velta fyrir sér einhver skynsömu nafni hérna heitir breytan sem við notum fyrir úttakið summa 1, summa 2, summa 3 sem ágætt nafn en hins vegar bara því við vitum hvað að koma en fallið ekkert til að með lýsandi heiti hér voru kannski með frekar skynsamara heiti 5 samlagning ok þannig að veltið þessu hans fyrir ykkur hérna með inntak og úttak og við getum verið fall með mörgum breytum sem inntak við þurfum ekkert að spá í því á þessum tímabúti hvernig getum við verið með mismunandi fjölda inntökum það er hérna svona áframhaldandi en það er mjög gaman að spá í því en skoðum það bara síðar annars er þetta bara nóg í bili og við skulum segja þetta gott þá er fyrsti kafli búinn takk fyrir